Og næsti maður á mælendaskrá heitir Benedikt Sigurðarson og hann kemur allarlega á norðan. Hann kemur á norðan. Hann helvíti góður á norðan. Hann framkvæmdastjóri. Yfir sjálfan sér held ég. Gjörðu svo vel. Hann svolítið athyglisjúkur. Ráðherrar, alþingismenn, góðir Íslendingar. Mig langar til að biðja ykkur að fara með mér í eldsnögga upprifjunarferð. Þegar verðbólgubrjálæðið var komið í hámark á Íslandi undir lok 8. áratugarins, þegar vextir voru lengri tíma neikvæðir, þá skapaði svo almenna tilfinning að það væri ranglátt að lántakendur þyrfti ekki að greiða raunvirði lána sína tilbaka. Sú tilfinning var bökkuð upp með sanngirnisrökum. Þú færð lánað og þú borgar tilbaka og örlitla hóflega vexti. Menn sögðu að það mætti ekki brenna spari fyrir gamla fólksins upp í verðbólgunni. Það var auðvitað satt. Enginn brást við með því að segja, jú víst, brennum peningana þeirra af og ömmu upp. Auðvitað ekki. Lánskjaravísitalan var fundin upp sem eitt endemist snilldarbragð og fest í lögum 1979 þannig að hún verðtryggði íbúðalán og námslán þar með almennt. Á sama tíma fullvissuðu forsvarsmenn almennings og launafólksins að réttlæti sér í gætt þar sem launaþróun í launavísitölunni myndi fylgja eftir verðtryggingu lána. Formælendurnir sögðu meira að segja að með vísan til stöðugleika í þróuðum löndum eins og í Sviss, þá myndu raunvextir verðtryggða lána á Íslandi aldrei vera yfir 1–2%. Munið ekki eftir þessu? Þrátt fyrir efasemdir, þá var engin vörn í málinu, enda vorum við á leiðinni inn í margumræddan stöðugleika. Munið ekki eftir því? Og hve oft hefum við ekki heyrt þetta töfra orð, stöðugleiki. En árið 1982–4 var verðbólgan meiri en áður hafði þekkst og í kosningum var skipt ríkisstjórn og eitt af hennar fyrstu verkum var að aftengja launavísitöluna og frysta launa alls almennings. Lánskjaravísitalan mældi hins vegar óhindrað og höfuðstóll íbúðalána og námslána tvöfaldaðist á undraskömmum tíma. Það jafnvel til fólk ennþá sem mann eftir þessu. Mánaðargreiðsla hjá skuldsettum fjölskyldum óx að sama skapi. Það var stofnað til Andós, sumir tóku þátt í sigtungsvopnum húsnæðismál sem barðist fyrir réttindum skuldsettra fórnarlamba lánskjaravísitölunnar. Búseti og húsnæðissamvinnufélögin urðu til og fengu loksins starfsleyfi 1988. Skuldugum sem átti í vanskilum var hjálpað í einhverjum tilvikum, en öðrum var neitað viðbótar lán vegna skorts á vanskilum. Munið eftir því? Fullt af fólki barðist áfram, aðrir gáfust upp, sumir flúðu land. Ástandið núna kannski ekkert ósvipað, bara miklu verra. Og það eru margfalt fleiri sem í þeim sporum að vera með verðtryggðar námsskuldir og verðtryggð íbúðalán. Og auk þess eru margir með erlend lán og hrynjandi gengi. Þau úrræði sem við þurfum nú að kalla fram til varnar fjölskyldum verða að virða kröfun jafnræði milli þeirra sem skulda og hinna sem halda í skilum. Milli þeirra sem skulda mikið og hinna sem skulda minna. Með lögværinni verðtryggingu á lánum áhættun af lánaviðskiptum ójafnt deilt á milli skuldara og skuldareigenda og sérstaklega í ástandi eins og nú Skuldarinn tekur alla áhættuna sín megin og setur þess vegna allar eignir sínar að veði langan tíma. Verðtryggingarvísitalan í eðli sínu, þessi vítisvél andskotans, engin rökréttur mælikvarði á virði húsnæðislána eða námslána, af því hún metur kostnaðarhækkanir en ekki verðmæti. Það hollt fyrir okkur sem eldri erum að rifja upp reynsluna frá árunum 79 til 84 og útskýra fyrir unga fólkinu afleiðingar af þeim ósköpum sem margir hafa ekki ennþá náð sér af. Við höfum reynslu af slísalegri framkvæmd þar sem ríkisvaldi beitti handafli til að mismuna skuldurum og skuldareigundum, flutti meira og minna alla áhættu efnahagsþrenginganna 1983 með tvöföldum þunga í íbúð og kaupendur og þá sem höfðu línu námi. Eitt af því sem skiptir þessuna máli að umtöluð leiðrétting á eignaverði sem þýðir á mannamáli hrun á fasteignaverði.
hrun á gengi íslenska krónunnar með fyrirséðri verðbólguskriðu að þetta hrun verði ekki látið flytja yfir þunga af verðtryggðum húsnæðislánum yfir á fjölskyldur sem hafa skuldsett sig hóflega. Að óbreyttu flytur verðtryggingin beinlínis tvöfaldan þunga af falli krónunnar yfir þá sem skulda í húsnæði. Umrædd kreppuleiðrétting eða verðleiðrétting íbúðarhúsnæðis nær þannig ekki markaðslegum tilgangi sínum með því að skuldararnir fái stórlega þyngdar byrðar en fjármálastofnanir og fjármagnseigendur hafnist. Þannig er jafnræði algerlega fyrir borð borið. En það til lausn á þessu vandamáli. Fyrsta skrefið til að koma í veg fyrir að þetta gerist sem ég nefndi hér á undan að frysta vísitölumælingu Hagstofunnar með lögum. Frysta vísitölu neysluverð til verðtryggingar við gildi hennar til dæmis 1. september 2008 eða jafnvel eitthvert eldra gildi og festa viðmiðun verðtryggða pappíra yfir ákveðið tímabil eða þar til við komumst yfir stærstu verðbólguskriðuna sem leiða mun af þeirri háskatilraun sem þegar hefur verið ákveðin og felst í svokallaðri fleytingu krónunnar. Allir spá því að fleyting krónunnar kalli fram jafnvel 30–50% gengisfellingu til viðbótar og það ekki ljóst hversu fljótt slíkt hrun gjaldmiðilsins gengur tilbaka eða yfirleitt hvort þetta gengisfall gengur nokkur tíma tilbaka. Kannski erum við komin í svo slæmt hrun efnahagskerfisins að við munum á endanum neyðast til að fara í gegnum einhverja tegund af skuldaskilum með lagasetningu. Þeim mun meira ástæðar til að grípa til frystingar sem bráðabirgðaúrræðis. Það liggur fyrir að ríkisstjórnin hefur beint að minnsta kosti 200 milljörðum til að koma í veg fyrir hugsanlegan skaða fjármagnseigenda í peningamarkaðsreikningum föllnu bankana. Ríkisstjórnin hefur lofað að koma í veg fyrir tjón innistæðueigenda í einkavæddu bankunum á Íslandi. Það gert gagnvart þeim sem eiga peninga. Flogið hefur fyrir að ríkisstjórnin beindi 11 milljörðum yfir í sjóð númer 9 hjá Glitni að því helst virðist til að firra einn stjórnmálamann öðrum fremur niðurlægingu. Að vísu eru innistæðueigendur í peningamarkaðsreikningum sparisjóðuna og annarra verðbréfafyrirtækjanna ekki að njóta þeirra rausnarlegu framlaga ríkisvaldsins og þar enn verið að ögra jafnræði. Ríkisstjórnin hefur sett óþægilegan forgang á fjármagnseigendur. Frjálshyggjan rak ótrúlegan áróður gegn Íbúðalánasjóði árabil. Allt frá þeim tíma þegar Davíð, Geir, Halldór, Valgerður færðu einkavinum sínum ríkisbankana. Viðskiptaráð Íslands og fleiri samtök í viðskiptalífi hafi því miður rekið ótrúlega síbylju gegn opinberum rekstri á Íbúðalánasjóði og það ætti að vera mikilvægur þáttur í rannsókn og orsökum og afleiðingum hruns fjármálakerfisins á Íslandi. Núna heyrum við að Íbúðalánasjóður hafi mögulega tapað einum 10 eða 15 milljörðum á fjárvörslu hjá einkavæddum banka. Og á sama tíma telur ríkisstjórnin og verkalýðsforystan sig hafa komist að þeirri niðurstöðu að ekki sé hægt að leggja verðtrygginguna til hliðar, hvorki tíman né varanlega. Slíkt myndi setja fjárhagslega afkomu lífeyrissjóðanna og rekstrarlega stöðu Íbúðalánasjóðs og bankakerfið í uppnám. Hægt að koma því í meira uppnám annars? Ég segi þvert á móti. Ríkisstjórn sem beinir 11 milljörðum inn í sjóði gjaldþrota Glitnis, ríkisstjórn sem ráðstafar 11 milljörðum til að lágmarka tjón fjármagnseigenda í einkavædnum bönkum og semur 100 milljarða byrðar til að bjarga innistæðum í erlendum útibúum, sú ríkisstjórn getur ekki verið í vandræðum með að leggja skitna 20 eða 30 milljarða inn í Íbúðalánasjóð og gera honum þannig betur kleift á að takast á við það risaverkefni sem framundan við að leysa til sjóðsins húsnæði sem komið í rekstrarþrot. Stærsta ógnin við lífeyrissjóðina til næstu framtíðar og fyrir endurreist peningakerfis á Íslandi nefnilega sú hætta að fólkið hættir að borga. Ef fólk missir vinnu, þá getur það ekki borgað. Ef íbúðalán fá að hækka með óskertri vísitölumælingu, þá kann hópur fólks að komast að þeirri niðurstöðu að það sé ekki ómaksins vert að taka á sig drápsklyfjarnar. Menn hætta að borga og flytja úr landi ef þeir eiga þess kost. Komi til þess, þá munu lífeyrissjóðirnir lenda í vandræðum, þá kemst Íbúðalánasjóður í vanda og þá verður engin leið að byggja hér upp fjármálakerfi byggt á íslenskri krónu.
Það þess vegna óásættanlegt að vísa frá sér möguleika á einhliða upptöku evru ef þess skyldi vera kostur. Auðvitað eiga menn að komast út úr sér íslenskri verðtryggingu og hafna sér íslensku ranglæti og þrældómi. Eldri kynslóðin sem hefur komist þokkalega vel af, jafnvel fengið óverðtryggð íbúðalán á sínum tíma, fengið ríkisstyrk til hlutabréfakaupa og sér fram á þokkalegar greiðslur úr lífeyrissjóðum og séreignarsjóðum, hún hefur efni á því að leggja að mörkum. Ég hef leyft mér að nefna hugtakið frekjukynslóðina til að lýsa ákveðnum hópi fólks sem komin yfir miðjan aldur, ekki vegna þess að þetta sé svo slæmt fólk, heldur vegna þess að sumir af þeim hafa tileinkað sér viðhorf sem býsna sjálfselst og reiknar með því að menn hafi allt sitt á þurru. En munum að verðtryggingin ekki náttúrulögmál. Munum að hún mannanna verk og það þeirra með sama hætti að breyta henni. Viðmælendur, þið sem eruð kjósendur og viljið að við ykkur sé talað sem ábyrga fulltrúa almennings. Ég deili gremju og óþoli í garð sitjandi stjórnvalda og eftirlitsstofnana og stígi sitjandi ríkisstjórn ekki nein alvöru skref til að endurlýja framlínuna í lykilstofnunum og í eigin röðum og stígi ríkisstjórnin ekki betur til móts við bráðanvanda heimilanna, þá tekst henni ekki að sættast við okkur þennan almenning og ekki heldur við sitt nánasta bakland, að minnsta kosti ekki Samfylkingunni. Þá verður stutt í kosningar. Þyngjum þess vegna kröfuna á tiltekt í Seðlabankanum, á tiltekt í fjármálaeftirlitinu og endurnýjun í framlínu. En köllum umfram allt fram alvöru aðgerðir sem forða gjaldþrotum fjölskyldna og fyrirtækja en tryggja leið viðunandi jafnræði milli hópa og milli kynslóða á leið til betri tíma. Köllum fram skýra framtíðarsýn stjórnmálaflokka eða stofnum nýja, hvar sem við svo viljum skipa okkur í hóp þegar kemur að kosningum. Áfram Ísland! Góðir Íslendingar, þetta var Benedikt Sigurðarson, framkvæmdastjóri frá Akureyri.